Síðan hingað kominn Ragnar Þór Ingólfsson sem félags- og húsnæðisráðherra. Ég verð að segja við Sigurjón Magnús áðan þegar við vorum að spjalla efnið þáttarins að mér langaði eiginlega að fá þig í svona ferðasögu þessa kjarasamninga. Af því að þú tókst náttúrulega þátt í því að gera samningana og varst ósáttur við þá. Ég sagði við Sigurjón að hefði þú fengið þínu fram að það væri löngu búið að segja upp af því að þú vildir miklu harðari svona verðlagsákvæði. En svo ertu komin inn í ríkisstjórnina. Já. Og mér langar svolítið að vita annars vegar svona var ég vonast þess að við getum svona dregið upp mynd hvað þessi samningar áttu að merkja og hvað þeir merkja og hvort þessi hætt og eitthvað svona. En líka að þú ert við samningana berjast fyrir hagsmunum almennings með. Rétt. Og berjast fyrir því að þessu hörð verðlagsákvæði, uppsanaákvæði. En núna ertu í ríkisstjórn og þar eiginlega stemmingin. Ég hef ekki heyrt neinn ráðherra að tala að þeir myndu vilja að samningunum verið sagt upp. Þvert á móti. Ég held að hvort að sjónarhorni breytist við að verða ráðherra. Já, fara á annan stað við borðið. Já. Já, nei, veistu það. Það getur náttúrulega einhver leitið ekki. Svolítið annað sjónarhorn. Jú, þú ert kannski með önnur verkefni, myndi ég segja. Ég held sko að þeir eru búin að vera lengi í baráttunni og kannski svona í kringum kjarabaráttuna. Að þá helst alveg sá eldmóður og það hjarta fyrir sko kjarabaráttunni og ég lít miklu meira á mig sem sko verkalýðsmann heldur en stjórnmálamann nokkur tíman og ég sé ekki fyrir mér að ég muni nokkur tíman fá við líka svona, jarðtengingu við sko stjórnmálin eins og við svona verkalýðshreyfinguna og stéttarfélögin. Kannu það voru þingmenn verkalýðshreyfingarinnar til? Já, í starfi í verkalýðshreyfingunum á meðan voru á þingi? Já, mikil ósköp. En svo annur dæmi líka menn hættu og heldu áfram á þingi. Lítur þú á því þannig? Ég allavega sko hjarta mitt slær með verkalýðshreyfingunni en auðvitað teki verkefni mín með pólitíkinni alvarlega og þetta auðvitað líka bara hluti af þeim baráttumálum sem ég stend fyrir sem að ég tek svolítið með mér úr verkalýðshreyfingunni eins og húsnæðismálin. Ég hefði ekki getað beðið kannski betra ráðuneyti að fá sem sagt húsnæðis og félagsmálin og svo náttúrulega ég vinnumarkaðsráðherra líka þó að það sé ekki inn í heitinu þá vinnumarkaðsmálin undir mínu ráðuneyti og Þetta er svona ráðuneyti eins og Hannibal valdi sér á sín tíma. Það liggur við Hann var félagsmálaráðherra í ríkisstjórninni 71. Já, þannig að ég bara og það auðvitað hjálpa manni rosalega að komast þú veist það er svo allt öðruvísi dýnamíkin í þessu starfi og til dæmis það sem ég var að gera í fyrra sem þingflokksformaður og formaður fjárlaganefndar og í svona hringuðu nefndastarfa og þingsins mikil viðvera í kringum þingflokksformennsku á þinginu sjálfu þannig að þetta voru oft langir dagar eitthvað sem maður svo sem þekki frá fyrir tíð og samningar framgang mála nánast daglegt brauð þannig að en að komast síðan inn í ráðuneytið og fá þessa málflokka sem að maður þekki vel og þá sem sagt ertu í allt annari stöðu að berjast fyrir framgangi mála eins og til dæmis í húsnæðismálunum og það er bara það er engin verkkvíði hjá mér þar það er bara hausinn fram. Nú er aldrei enga afsökun á því að nú verður að koma hlutunum í verk. Þú ert ekki fyrir utan borgina að heimta eitthvað. Þú ert bara inni. Nei, ég er bara inni og það er bara gaman að segja frá því að ég er búin að eiga í rosalega góðu samtali og samvinnu með leigjendasamtökunum og við ætlum okkur stóra hluti þar. Ef ekki núna, þá held ég aldrei. Það er þá hérna á morgun formanninn og fyrrum formanninn. Það ætla að ræða þess við stöðunni húsnæðismálum. Stöðuna, já, bara hlakka til að fylgjast með því. En við vorum að tala einmitt kjarasamningana og það ég held að sé... Það er svo skjótt inn að því að segja og að sagði það svona næstu því að þú værir eiginlega stjórnmálamaður verkalýðshreyfingarinnar og var á þingi fyrir þessum að þá held ég fyrir mér heldur að verkalýðshreyfingin myndi orðað þannig að hún ætti Ragnar Þór.
Nei, það held ég alveg örugglega ekki. Ég held að það sé alveg morgunljóst. En þú veist, ég var í stjórn VR í 8 ár og stjórn á samninganefnd og síðan formaður í annað eins og þetta eiginlega það sem hefur svolítið drifið mig áfram í baráttunni fyrir umbótum í okkar samfélagi og þú veist, taugin óumflýjanlega mjög sterk við verkalýðshreyfinguna og ég veit ekki hvort að það sé gagnkvæmt hjá félögum mínum en hins vegar hef ég þetta funda með mjög mikið af mínum gömlu félögum úr hreyfingunni og átt við þau bara mjög góð og uppbyggileg trúnaðarsamtöl og það var svona var eitt af því fyrsta sem ég gerði það var svona að hringja í mína gömlu félaga og hérna fá þá á fund og ræða hvað við getum gert saman til þess að Hvað má bjóða þér? Já, líka það þau finni að þau í það minnst að þau hafi bandamann þarna inni. Það eru margir sem hafa komið úr samtökum atvinnulífsins og þeim samtökum og sömuleyti halda þeir áfram þeirri baráttu. Já, mikil ósköp. Við sáum það í umræðum með veiðigjöldin og andstöðunni við það að bæta kjör þeirra versettu með launavísitölutengingunni á hérna, örorku og ellilífeyri, breytingar á frítekjumörkunum í desember síðastliðin og svona mikið af málum sem að snú ekki bara að hagsmunagæslu í kringum ríkasta minnihluta þjóðurinn heldur líka bara þessa einhvern veginn skilyrðislausu andstöðu við okkar veikustu systur og bræður og það er svona það sem að maður upplifir svolítið beint í æð í gegnum þingið. Herðu, kjarasamningarnir, hérna áður við reynum að skilja þá hvers konar samningar þetta eru. Hefurðu trú á því að þeim verði sagt upp í haust? Þá varum við ekki ráð fyrir að forsendur séu til þess að verðbólga verði meira heldur en hvað heldur verði sagt upp. Ég held að sem er tvísýnt að forsendurnar bresti. Ég hef nú kannski rætt það hér áður að það eru tvöfalt ákvæði, bæði 12 mánuða og 6 mánuða ákvæði. Og það ætti að vera tiltölulega einfalt fyrir atvinnulífið, fyrirtækin í landinu að verja samningin ef það ána bara vilji til þess. Þau gera það ekki. Þau ætlast til þess að þið gerir það í ríkinu. Niðurgreiðið bensín og niðurgreiðið mjólk eða það sem að þarf til þess að þessi 6 mánuðir renni undir. Og það er það sem að maður hefur haft kannski mestar ágjur af að það sé, ekki pólitísku vilji innan SA að verja samningin eitt sérstaklega og það sé, er ekkert versta lendingin að þeim sagt upp og hér þið bara mjög erfitt ástand á vinnumarkaði í haust. Ertu að segja að SA myndi sækjast þetta í slíku ástandi? Nei. Ég er ekki að segja að sæki sérstaklega eftir því en þeir verið að skera mjög lítið til þess að verja samningana og þá kannski á ég við að verkalýðshreyfingin sýnir auðvitað gríðarlega ábyrgð með gerð þessara samninga að tala inn í meiri stöðuleika bæði hvað var það verðlag og síðan vexti og verðbólgu auðvitað koma þarna áföll sem við sjáum ekki fyrir eins og bara ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og fleiri þættir koma til en það er alveg ljóst að bæði, við sjáum það til dæmis á launaskriði og almennum markaði sem snýr þá hópun sem eru kannski ekki taka þessar almennu kjarasamningsbundnu hækkanir að þar hefur orðið mjög mikið launaskrið. Við sjáum líka að fyrirtækin hafa ekki staðið sína vakt eða staðið við sinn hluta samningana varðandi álagningu eða verðlagið sem er þetta risastór þáttur sem að tala um þetta inn í vísitöluna og verðbólguna og það sjáum við bara á afkomutölum stóru dagvörurisana og afkomutölur tryggingafélag og banka og þetta það munur á því, Ragnar, hvort að það sé eiginlega bara stefna SA að hleypa samningunum í loft, það sé bara þeirra hagsmunir, eða það er bara þannig hérna á hinu svokallaða markaði að kannski vilja allir að samningarnir haldi, en Ólís finnst eins og að Bónus eigi að gera það og Bónus finnst eins og TM eitt að gera það og það finnur enginn hjá sig svona kvötin að þeir byrja eiginlega ábyrgð á þessu. Að þeir eru eiginlega bara þolendur verðbólgunar en hafna því að þeir eigi
að akta til þess að ná niður verðbólgu vegna þess að þeirra hagsmunir eða þeirra verkefni fyrst og fremst að reka fyrirtæki þannig að þið geti fært eigundur sínum sem allra mest fé. Já, en ég get kannski fært fyrir þessu smá rök að þegar ég tala lítinn áhuga SA og mögulega, ég getur þetta ekki fullert það, en það, ef það áhugi eða skuldbundingin takmörkuð fyrir því að verja samningana, að þá hlýtur maður að spyrja þeirra spurninga bæði hvort það sé almennt sé bara áhugi fyrir því að gera það og hvort að það tengist einhverju pólitíka eitthvað, það get ég ekki sagt til um. En það svo auðvelt að verja þessa samninga og það hefur skapast hér stemning fyrir hjá bara fyrirtækjum almennt með fyrir tilstillan samtaka atvinnulífsins. Ég meina IKEA fristi verði heilt ár, lækkaði og einum tíma verða á okkur 6.000 vöruliðum. Dagvaran var með einhverja skuldbindingar líka og sínum tíma að hækki ekki verða ákveðnu vöruliðum. Þú veist, það var svona stemningin að verja. Inn í þetta tala menn úr þessum ranni, hvort sem að það sé frá samtökum atvinnulífsins, fyrrum stjórnendum þar eða fólki úr þeim ranni að hér þurfum við að vinna meira í líkingu við hið norræna módel sem aftur byggir á þessari gagnkvæmu virðingu fyrir hlutverki hvors annars að fara ekki umfram fara ekki í mikla verðhækkanir, auka ekki á arðsemiskröfu. Það bara borin virðing fyrir samningum á markaði og það ríkir meiri virðing og meira traust fyrir því sem að aðilar að gera. Hérna þetta bara þannig að hér eru gerðir samningar og menn eru kannski í aðdraganda samninga eru mjög spenntir eins og gerist í aðdraganda þeirra samninga sem að nú eru undir og þeirra síðustu líka að hér myndi allir standa saman í að sameiginlegt verkefni gegn verðbólgu og háum vöxtum. Síðan alltaf bara skrifað undir og nokkrum mánuði síðar og jafnvel skemur að þá allt komið í einhvern megin sama horfið og venjulega og þess vegna auðvitað. Ég held að þessi vegferð sem að verkalýðshreyfingin fór í, ég var ekki að móti samningunum sem slíkum en ég vildi setja öflugri forsendaákvæði. Það kannski lág ágreiningurinn en í dag, horfandi tilbaka, að þá og í þeirri stöðu sem ég núna, þá bara mitt markmið með mínum gömlu félögum að verja samningana. Við getum auðvitað deilt eitthvað sem búið og gert. Ég meina við endum auðvitað á því að skrifa undir sambærilegan samning og sem var samþykktur okkar félagsmönnum og nú bara verkefnið okkar að leita allra leiða til þess að verja þessa samninga hvort sem að forsendur bresta eða ekki. Því ég held að sé mjög mikilvægt líka að sýna þeim félögum sem að fóru þessa leið, sýndu þessa ábyrgð, lögðu svona sitt að mörkum í góðri trú auðvitað að við ríkisstjórnin reynum í það minnsta að sýna einhverja viðleitni til þess að sýna þessu fólki þá virðingu fyrir það ábyrgð sem það sýndi með einhvers konar aðgerðum sem að hafa svo sem ekki endilega verið ræddar en ég veit að það samtali í gangi. Það kannski ástæða fyrir því að Ólís, TM, Bónus og félagar ekki að gera neitt að því að þeir vita að það sé svo miklu hagsmunir hjá ríkisstjórninni að samningarnir haldi að þið munuð segjum að forsetsákvæðin falli að þá munuð þið koma inn í einhverja umræðu því það gerist ekki þannig að samningarnir séu bara automatist úr fallnir heldur setjast með niður. Jú, og þá komið þið og þú hendir inn auknum húsnæðisbótum og Daði hendir inn einhverju niðurgreiðslu einhverju vörum til þess að halda þeim góðum og þá sleppur Bónus og félagar. Já, ég myndi samt ekki mála þetta upp alveg svona vegna þess að ef að forsendur bresta að þá ber aðilum að ræða mögulegt viðbragð áður en að það tekin ákvörðun hvort samningum sagt upp eða ekki og það þá milli, það í því tvíhliða samkomulagi, hvort að ríki kom eitthvað að því ef að slíkt gerist get ég ekki svarað mjög líklegt Ragnar mjög líklegt en í það minnsta að þá eru þetta margt sem að við getum unnið sameiginlega að í gegnum
sko löggjafan sem að ef það er vilji verkalýðshreyfingin- til þess að halda samningum. sko, fyrir mitt leyti myndi það snúast þú veist, hvort sem að sko, samningar losnið ekki. Mér finnst það bara að vera lágmarks virðing sem við getum sýnt þeim stéttarfélögum sem leiddu þessa vegferð. Lágmarks virðing í að halda áfram að vinna með þeim að mikilvægum baráttumálum. Ég nefni til dæmis févítið, brotastarfsemi á vinnumarkaði, varandi samninga hins opinbera við til dæmis ræstingafyrirtækin. Þú veist, það er margt sem að við getum gert, þú veist, hvort sem að samningar haldaði ekki og það er allavega mikill vilji hjá mér að halda áfram að vinna með mínum gömlu góðu félögum að sko, að því að eins og þú veist sjálfur að verkalýðsbaráttan er ekki bara sóknarbarátta, hún er líka gríðarleg varnarbarátta. Það fer eftir mati á stöðunni hverju sinni og það er líka hinum einn að SA getur metið að það sé betra að fara í kjarasamninga. Já, ég meina SA getur tekið ákvörðun að segja upp kjarasamningum líka. Já, það gleymist oft í umræðinni. Já, það gæti verið það mat á hagsmunum þeim megin að þeir telja að vera betra. Því það er alltaf þannig, eða ekki, og nú þekki það ekki í þessu samningi, en það er í forsetu ákvæðum allra samningar sem ég man eftir, að þá er það þannig að endurskoðunar ákvæðið er hér og svo er einhver hækkun hérna sem að gera það eiginlega verkum að verkalýðshreyfingin á alltaf í erfiðleikum með að vera því að það sem þau þurft að gera við viljum segja upp samningunum og þá missa félagar okkar þessi 2,5% sem var samið. Manstu hvað? Þetta var til umræðu við samningaborðið á sínum tíma. Það setið alltaf svona saman. Að halda þess ekki alveg ofan í hvort öðru að það sé ekki hækkun bara nánast eftir ákvörðunum endurskoðun. Að því að til dæmis eins og í kjarasamningunum 2015 þá var endurskoðun ákvæði 2017 þar sem að forsendur voru brostnar og það er mjög eftirminnilegt að þetta var eitt af því fyrsta sem að ég þurfti að taka ákvörðunum sem nýformaður VFR að hvort ætti að segja upp samningum eða ekki og þá fór mjög sérstök atburðarás á stað sem var mjög eftirminnileg að í staði fyrir að það væri vægiskostning varðandi styrk og starf félaga hvort að samningum er sagt upp eða ekki að þá breytti þáverandi fórasta Alþýðusambandsins ákvæðinu varðandi uppsögnuna. Það er að segja að það eru þá fjöldi félaga sem að myndi þá gilda við þessa tilteknu atkvæðagreiðslu. Já, og þá náttúrulega komuð þá gríðarlega fjöldu þetta félag eins og innan starfsgreinasambandsins sem að komið þá inn í og vógu síðan þyngra þegar að koma því að verja samningin á þeim tíma. Og greiddu þið atkvæði gegn því að? Já, við greiddum gegn því og það var þetta formaður Eflingar, Sigurður Bessason gerði það líka en held ég í þeirri trú einmitt að það fyrirkomulag það var eiginlega ókipis að þína smá svona töffaraskap. Það var skorinn og snörinn með það. En var það ekki þá sem að menn segja sem svo að byrju Ragnar, það er hérna framöndan 2,5% hækkun. Ætlar þú að taka 7.500 krónur af þínu félagsmönnum með því að segja þessum samningum upp? Jú, það er einhver staðan sem að menn alltaf settir í. Já, en nú er þessi endurskoðun núna í haust eða ágúst og og engin hækkun. En hækkun er í janúar með minnir og Þetta er það skiptið málið það? Já, ég meina þú veist þú ættir að vera búin að ná samningum fyrir janúar. Það auðvitað breytir einhverju en ég eins og segi, ég held að ég bara vil helst ekki hugsa þá hugsun til enda að samningar losni að við getum ekki í það minnsta ef að forsenda ákvæðin bresta að það sé vilji ekki bara hjá ríkisstjórnin heldur líka hjá sérstaklega samtökum atvinnulífsins sem að bera í sjálfu sér svolítið þunga og ábyrgð á því að forsendur eru að bresta meðal annars út af þætti verðlags í verðbólgumælingum og svo líka vegna launaskriðs umfram þar hækkanir hjá efri millitekju og hæstu tekjuhópunum inn á almenna markaðnum. Manstu hver hækkunin er í janúar? 3,5%. 3,5.
En það má vera að SA segir sér svo að hækkanir á launum hafa verið langt umfram framleiðni aukningu í samfélaginu. Og þetta bara vandamál og helst ástæðan fyrir mikilli verðbólgu á Íslandi umfram þar sem í nágrannalöndunum. Þess vegna það hagsmunir okkar að segja upp samningunum og losna þessi 3,5%. Þannig að við teljum að segja engin forseta fyrir því að hækka launin 3,5%. Nú ekki að segja þetta sé afstafa við hefum heyrt hérna söng áður. Já, ýmsir svona úr þeirra ranni hafa að tala í þessa veru. Heldur að þetta sé möguleiki að þetta verði svona opinber afstafa þessa? Ég held ekki vegna þess að það ekkert sem styður við þetta. Þetta algjör afgreið sem algjör rökleysa. Það sína afkomutölu fyrirtækja, það sína í sjálfu sér launaskrið efsta lagsins. Það auðvitað staðfestir að hér kaupmáttarýrnun hjá þessum hópum í gangi. Samningarnir eru og voru hófstiltir og þannig að ég hef enga trú á því að SA hætti sér á þær brautir að reyna að selja fólki það að þetta sé því að kenna að hér fór sem fór, það sem að öll gögn og alla tölur sanna annað. Einhver geti sagt að þetta eru bara lélegir samningar. Þú ert að tala 3,5% hækkun. Það 5,2 til 5,4% verðbólga. Það bara samningar upp á kaupmáttarýrnun. Já, en ég vil ekki ganga eða nálgast þetta þannig. Ég held að samningarnir hafi verið mjög ábyrgir og stóru tölurnar í þessu eru þetta gríðarlega háa vaxtastig sem að sliga heimilin, staðan á leigumarkaði. Þetta eru stóru tölurnar. Ég til dæmis, við höfum gert það marga kjarasamninga núna síðustu ár að þó svo við séum með hærri hlutfallslegar hækkanir á lægstu taxtana út á krónutöluhækkunum og síðan kemur þetta sem svona almenna viðmið umfram það að þá hafa þessar hækkanir farið mjög fljótt út gluggann og sérstaklega til dæmis fólki á leigumarkaði að þá hefur þetta verið að fara bara á kannski öll hækkunin yfir 3-4 ára kjarasamningi farin á 12 mánuðum. Og þetta bara raunveruleiki. Líka hækkun á húsnæðisbótum. Já. Ég meina það það sem við erum að fara í líka núna. Við erum að fara í heildarendurskoðun á húsnæðisbótakerfinu vegna þess að það allar tölur benda til þess að það svo aukning sem hefur verið sett inn í þetta stuðningskerfi hefur farið í aðra vasa heldur leigjenda og gott betur og þegar við horfum til dæmis á fórustu, stjórnarformann Ölmuleigufélags til dæmis beinlínis kalla eftir meiri opinberum stuðningi við leigjendur svo þeir geti haldið áfram að keyra upp leigu og ég var nú að tala á fundi með leigjendasamtökunum með frambjóðendum til borgarstjórnar og ég var nú bara á leiðinni þangað að kíkja á íbúður í leigu hjá Ölmuleigufélagi og þar eru 2 herbergja íbúður 45 til 50 fermetra komnar yfir 320.000 skallin á mánuði 320.000, þetta held ég komið upp undir 85% af ráðstofunarerunni af lágmarkslaunum eftir skatt. Þetta staðan þetta orðið svo sturlað ástand. Fólk í hryllilegri stöðu. Já, og það það sem að getur ekki lifað sómasamlegu lífi eins og sagt er. Nei, og sömulegis líka bara fólk sem að tók húsnæðislán í góðri trú og þar hefur staða líka stökkbreyst og þú veist hvort sem að hreyfingin eigi að beita sig fyrir eða svo, hvort hún hefði þetta semjum 4% eða 3,5% eða einhverju þúsundköllum hærri eða lægra í einhverjum samningum, þetta ekki stóra myndin. Þetta þú veist, það sem skiptir máli að ná einhverju stjórn á þessu ástandi. Verkalýðshreyfingin sýnir þarna mikla ábyrgð, hún svarar ákveðnu kalli þessa ábyrgð
hún gerir þennan samning, við horfum síðan upp á margt annað í okkar samfélagi sem að ekki að spila með og það er líka fróðlegt að einmitt og mér finnst það sérstaklega sko þegar að menn úr ranni, hvort sem þessi viðskiptaráðs eða fyrrum formenn samtaka atvinnurekenda tala hér ótt og títt samningamódelið okkar tala norræna módelið og þetta eins og ég kom inn á hér áðan en eru í sjálfu sér sjálfur að þverbrjóta allar reglur með bara mjög óábyrgri nálgun fyrirtækjana, samtaka atvinnulífsins og við sjáum til dæmis viðskiptaráð sem hefur eiginlega farið með heimintunglunum í túlkun sinni á tilvist stéttarfélaga kæru til ESA út af stuðningi ríkisins við óhagnaðardrifin leigufélög og svo framvegis og síðan náttúrulega bara þessi ég veit ekki, sturlaða staðreynd að við erum með opinber fyrirtæki sem eru að halda uppi viðskiptaráði og sömulegis líka fyrirtæki sem eru að stærstu eigu í lífeyrissjóða sem aftur í eigu verka og láglauna og bara launafólks lífeyrissjóði sem var komið á með kjarasamninga og tilurð stéttarfélaga þetta er pilsvarta kapitalisma. Þetta að mörguleyti finnst mér þetta að vera alveg sturluð umræða oft á tíðum, því miður. En förum aðeins aftur í samningana. Þegar það var verið að gera það, þá komst þú hingað og Sólveig Anna og Vili Birgis og fleiri. Og ég var svona að spurja, mér að skilja þetta. Ég segi, og ég man að ég orðaði þetta þannig að þetta er bara risa veðmál að með því að gera samninga með svona hófstiltum launahækkunum. Að þá er þetta risa veðmál það að stýrivexti munu fara niður og vexti munu lækka og verðbólga munu hérna. En tíminn sem er liðinn frá því segir að þetta gerðist ekki. Vexti fór ekki niður, verðlag fór ekki niður. Má það ekki að segja, það ekki bara best að hendi þessu samningum, sko. Það sýndu það að þú ert að tala að við höfum að bera virðingu fyrir því fólki sem gerði samning sem að gerði samningin í þessari góðu trú að þetta veri leiðin til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu. En það bara gerðist ekki. Og akkur ættum við þá að framlengja það á bakinu á launafólki að ríkisstjórnin fer á fullt og verkalýðshreyfingin fer á fullt í að reyna að verja þessa samninga sem að eru raunverulega bara merkjum það að þessi leið er ekki góð vegna þess að Seðlabankinn spilar ekki með, fyrirtæki spila ekki með sambandi við verð á vörum. Af hverju eru við að reyna að halda blekkingunni áfram? Sko, verðbólga hefur farið niður. Vextir hafa lækkað en ekki til líkingu við það markmiðið. Verður það að hækka, svo kallar greiningaraðilar spá hækkun? Nei, greiningaraðilar eru greiningaraðilar. Ég er að tala bara rauntölur. Að vextir hafa lækkað. Við höfum séð raunvextir stýrivexta eða raunvextir því sem fólk er að borga húsnæðislánum sínum er hærra núna. Já, ég ætlaði að koma inn á það og verðbólga hefur vissulega lækkað. Hins vegar hefur Seðlabankinn við erum með hærra raunvaxtastig hér heldur en hefur verið bara í mjög langan tíma af einhverjum óskiljanlegum ástæðum sem að erfitt er að ná utanum og bara hreinlega skilja á hvaða vegferð Seðlabankinn er og sá skaði sem er bara að raungerast fyrir framan okkur bæði fyrir mörg heimili og líka þetta bara það sem við erum að reyna að gera í húsnæðismálum að það er raunverulega hætta á að byggingamarkaðurinn fari í ákveði frost og við erum einhvern veginn að reyna að synda upp á móti mjög sterkum straumi það sem fjármagnskostnaður og þetta bara rangar ákvarðanir sem hafa verið tekið þetta sem snúa skipulagi sem snúa því að við erum að byggja íbúðir sem að er ekki eftirspurn eftir og svo framvegis og það tekur tíma að vinda ofan að þessu ef við lendum í svipara aðstoð og gerist hérna eftir hrun þegar að byggingar iðnaðurinn annars pakkaði saman og skellt í lás
að þá erum við í mjög slæmum málum og það er eitthvað sem má ekki gerast en ég segi kannski á móti að í staði fyrir að rýna of mikið í verkalýðshreyfinguna núna akkúrat á þessum tíma verkalýðshreyfingin Áttu það við að reyna að fá svar út úr henni hvort hún ætli að Nei, þú talar sko risastórt veðmál þú veist, auðvitað hægt að vera vitur eftir á með einhver atriði en þú veist, vissulega var þetta ákveðið veðmál en það er ennþá tími og ég sé miklu frekar það sem er að gerast núna og það sem að ég held að við eigum að vera að horfa meira á einmitt atvinnulífið bankarnir og bara fyrirtækin sem hafa að tala hvað mest fyrir norrænu módeli að það eru þau sem eru að slátra þessu hvað sé, norræna samningamódeli sem það vísa ótt og títt til. Það eru þau sem eru hægt og bítandi að slátra þessu fyrirkomulagi og fyrirgera þeim möguleika að það verið farið í viðlíka vegferð aftur með þeim hætti sem var gert núna 2024 að það sko þarna liggur hinn sko raunverulega ábyrgð og þarna liggur líka möguleikin á því að snúa þessari þróun við og sýna í verki ef að fólki er raunverulega alvara að vilja vera með sambarlegt eða svona, þú veist, þetta er norræna mótilið það er ekki eins í öllum löndum þú veist, það eru fyrirtækjasamningar í Svíþjóð og svo framvegis þetta er og samfélaginu sem spila með samningunum er mjög ólíkt velferðarkerfin er ólík það er margt auðvitað ekki ólíkt en þarna finnst mér að við eigum að vera að setja svolítið fókusin á og spyrja forsvarsmenn fyrirtækjana og þeirra samtaka og þeirra hagaðila hvort að þeir ætli bara sjálfir á sinni vakt og á sinni ábyrgð að slátra þessu fyrirkomulagi eða þessu möguleika og þessari hugsun fyrir fullt og allt. Þú hefur ekki tæki til þess að ýta þeim í því að taka réttar ákvarðanir. Nei, þetta er auðvitað Samkeppniseftirlitið tilkynnti að fylgjast með því hvort að sko lækkunin á bensín færi í gegn þá stórmóðguðust bensínsalarnir sem að mögðu halda að ef ríkið er að gera svona stóra aðgerð það veri bara fráleitt ef það veri ekki með eitthvað sko verðlagseftirlit á sama tíma það veri algjörlega fráleitt það var vissulega kostulegt að vera á þinginu þegar við vorum að koma þessi gegn að hversu hatramlega stjórnarandstöðuflokkarnir Miðflokkur, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn fremstir í flokki að orðin sem að voru þar látin falla varðandi traust að við ættum að treysta markaðum að þyrfti nú ekki neitt eftirlit svona bara í ljósi sögunar bæði olíusamráðið sem er náttúrulega viðfrægt og sömuleiðis bara samráð almennt, ég meina skipafélögin annað er reynda viðurkenndi en hitt ekki, þetta hefur kostað okkar samfélag, neytendur og fólki í landinu, sko við reiknaðum þetta nú einhvern tímann út í VFR 10 milljarða króna og þú veist, mér er erfitt að ná utanum sko skaðsemin af þessu að þetta fer auðvitað, það getur upp eignir fólks í fasteignum, þetta getur upp kaupmátt og svo framvegis og þannig að það er auðvitað fullt tilefni til að gera þetta og ég held að ríkisstjórnin hefði sko trúveruleiki okkar í að fara fram með lækkun og virðisauka á eldsneyti hefði ekki verið mikil ef við höfum ekki gert það. Það er að segja að fólk hefði haft mjög takmarkað að trúa að þetta myndi skila sér. Þannig að ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun í það minnsta að vera þá allavega búin að gera þetta. Það verður þá auðvitað að gera þetta aftur. En að næstu mánuðum og í sumar mun kom í ljós hvort að öllu líkindum er ákvæðið hækkun síðustu 12 mánaða fallið. Það er ólíklegt að það fari undir rá. En 6 mánuðin það er ennþá vondið þess. Það er nú hvernig fólk til þess að ef þú skoðar svona verðbólgu þróun undanfarin ár, að þá er meiri verðbólga á fyrirhluta árs
Oft eru haustin svona rólegri. Ég veit ekkert út af hverju þetta af hverju þessi árstíðasveifla en hún augljós þegar maður skoðar þessa sveiflu. Þannig að einhver leyti, ef að þið eru að vonast til þess að fara undir rána, þá einhver leyti má jafnvel hafa væntingar að þetta vinni með einhverjum hætti svona bara án þess að þurfi að gera eitthvað. Hún framhlaðin meðal annars út af opinberum gjöldum, hún framhlaðin út af mörgum þáttum og síðan bara verðlagshækkunum almennt sem eru oft í upphafi árs, fyrstu mánuðum árs. Það svona kannski ein skýringin og það einmitt undirstrika þá sko enn betur út af þessu 6 mánaða ákvæði að þá þetta nánast alfarið í höndum samtaka atvinnulífsins. Þau gætu hæglega fryst verðlag, mögulega lækkað verð á einhverjum tilteknum vörum sem að hafa meira vægi heldur en annað í vísitölunni. Þau hafa þetta algjörlega í hendi sér. Þið þyrftu þá líklega að efna til eitthvað svona samtals við samtök atvinnulífsins að þetta sé markmiðið. Það eru þetta samtal í gangi. Ég reyndar ekki hluta því samtali. Það eru þetta á ábyrgð forsætisráðuneytisins að leiða það samtal og leiða þá vinnu og það þetta samtal á vettvangi þjóðhagsráðs þó að það sé þetta kannski vettvangur sem kannski allt og breiður til þess að sé hægt að ná einhverju skynsamlegri niðurstöðu en í það minnsta að bara ef við krifum þetta niður ábyrgðin algjörlega viðsemjenda verkalýðshreyfingarinnar SA og FA algjörlega þar og það algjörlega í hendi þeirra að verja samningana og sína ábyrgð eða ekki. Það bara ákvörðun. Ef að þau treysta sér ekki að taka það ákvörðun og samningar í hættu og raunverulega falla að þá bara blasir við að allt tal einhver norrænt samningamódel og einhver viðmið eru í sjálfu sér bara þá þetta bara full reynt og þá held ég og ég óttast mjög við eigum frábært fólk innan verkalýðshreyfingarinnar. Ég hef mikla mætur á gömlu félögum mínum Villa Birgis og Sollu. Þau eru skynsöm, þetta eru öflugir verkalýðsforingjar, þau hafa helstu höfundar þessa samninga, myndum að segja. Jú. Af því að þú gekkst frá borði. Já, ég meina, þú veist, ég var... Þú varst með inn í uppafinu. Já, ég var með uppafinu. Og það var engin ágreiningur hjá okkur. Það var engin ágreiningur hjá okkur vegferðina, markmiðin, tölurnar á blaðinu. Það var ágreiningur hjá okkur að mér fannst við vera að taka meiri áhættu heldur við þyrftum að gera. Þú veist, ég náttúrulega, við horfum á þjóðarsáttarsamningana til dæmis að það voru miklu svona skýrari endurskoðuna ákvæð og hindrað og viðbrað líka. Og menn svolítið dregnir fram og látnir sverja það að þeir ætlaði ekki að láta verðhækkanir fara í gegn. Já, ekki bara sverja, þú veist, þetta voru, þú veist, þeir samningar voru líka byggðir í gerðir það sem að svona undir miklu vantrausti á milli aðila. Gríðarlegu vantrausti og það var mjög skiljanlegt á þeim tíma að þarna voru mjög ekki bara forsenda ákveði heldur skýrt viðbragð ef eitthvað gerðist og það ekkert víst að þó svo að við höfum gengið harða fram að við höfum mögulega náð einhverju meiru inn varðandi forsenda ákveðin á þeim tíma og það var bara mat minna gömlu félaga og góðu félaga að það væri ekki raunhæft að ná meiru inn í þetta og það getur vel verið að það hafi verið rétt mat hjá þeim. Við hefðum ekki vita hvort eitthvað hefði verið hægt að ná meiru nema við hefðum haldið hópinn leið og við fórum í sundur og það auðvitað mín ábyrgð líka að þá var í sjálfu sér algjörlega útrætt að það myndi ekki, að það ekki, við getum ekki breytt þessum hluta samningana en ég meina þú veist svo fór sem fór og nú það rauninni bara verkefni okkar að rauninni bara vinna með
ég segi aðilum vinnumarkaðarins, það sem ég er vinnumarkaðsráðherra, en leggur þetta ofur áherslu á að reyna að hjálpa til við að koma með eitthvað viðbragð hvort sem að samningir fallaði ekki vegna þess að staðan hjá fólkinu er að þrengjast. Ég myndi segja að sko í dag, ef við værum að taka einhverja ákvarðanir núna í dag, að þá eða kannski öllu heldur, ég held að sko samtali verði allt öðruvísi í haust að því að staðan er að snögg versna hjá fólki. Fólki er að bugast undan bara dýrtíð og háum kostnaði við að lifa og tekjum sem duga ekki til að brúa það bil. Það er að ganga á sparnað, það er jafnvel að setja sig í skuldir, það er endurfjármagna húsnæði, það er að fólk er í stóru stíl að flýja yfir í verðtryggðu Íslandslánin og svo framvegis. Staðan, hún getur ekkit batnað nema með einhverju viðbragði. Og ég býð ekki það ástand ef að baklandið í verkalýðshreyfingunni fer að banka á dyrnar hjá forystufólkinu þar og segja nei, heyrðu hingað ekki lengra. En það er sko auðvitað mikið traust innan þessara lykilfélaga innan verkalýðshreyfingarinnar, en þetta getur bara breyst mjög hratt og við þurfum, sko við fólkið í stjórnmálunum núna, við þurfum að finna til ábyrgðar í þessu og leita allra leiða, ekki bara til þess að verja samning, heldur bara til þess að sýna þessu fólki, og þá er ég að horfa bara á félagsfólkið sem að er undir í þessum samningum, sýna því þá virðingu að gera allt sem í okkar valdi stendur, mögulega með einhverjum aðgerðum eða ekki, þú veist, það er ýmislegt hægt að gera, en sýna því þá virðingu virðingu við þau að hafa þó samþykkt að fara í þessa vegferð og þau setja ekki algjörlega upp með svartapítur. Eitt sem ég held fram hérna við Rauðaborðið á sínum tíma var að eftir að Katrín Jakobsdóttir hætti í pólitík og hætti sem forsætisráðherra, þá hafi vantað einhvern veginn í ríkisstjórn sem að leit svona á þessar samningar sem sitt mál. Af því hún kom svolítið að því að klára það, þannig að var þetta að berja það saman. En þegar hún hætti að þá var í ríkisstjórn Bjarna Benediktsson að það er enginn sem hafði á þessu samningum og þess vegna kannski var enginn svona sem var að reyna að fylgja því eftir af því þetta er náttúrulega seigfljótandi að ef þú ætlar að tryggja það þessi samningar haldi þá þarf það að vera allan tíman að koma með einhverja aðgerður og eitthvað fleira til þess að ýta undir það eða eiga einhverju samtali við aðeila vinnumarkaðarins að gera það. Er einhver sem að lítur á það sem sitt verkefni að halda þessum samningum á lífi inn í ríkisstjórninni? Já, ég meni, það alveg klárlega, það er algjör samhljómur innan ríkisstjórnarinnar bara ábyrgð okkar að samningar haldi, en það hefur svo sem ekkert verið rætt sko að fara í einhver aðgerðapakka eða eitthvað slíkt og ég held að sé engin stemning fyrir því að búa til einhverja 20 milljarða aðgerðapakka þegar við erum að reyna að ná hallarlausum fjárlögum. Það verður ekki gert nema með því að skapa tekjur einhverstaðar annars staðar á móti. En það er, eins og kom inn á í upphafi viðtalsins, það er margt sem að hægt er að gera, sem að við getum gert. Ég veit að samtalið er í gangi, þetta er á herðum forsætisráðherra og hún leiðir það samtal bæði á vettvangi þjóðhagsráðs og sem er líka væntanlega í þá samtölum í smærri hópum vænti ég. Ég hef þetta líka setið fundi með bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra og Alþýðusambandinu og svona forminu þar. Þannig að, og það er alveg þetta samtal okkar á milli vegna þess að ég vil að þau hafi góðan aðgang að sínu ráðherra sem fer með þennan málaflokk og að ég sé tilbúin til þess að bregðast hratt og vel við ef það er eitthvað sem ég get gert. Herðu, það eru 10 dagar í sveitarstjórnarkosningar. Flokkur fólksins er nú ekki að gera mikið. Býður fram meðlans í Reykjavík. Mælist ekkert sérlega vel. Nei. Er ekki kona þín á lista? Jú, hvað hún svo sem ekki baráttusæti en hún er alveg á fulli núna sko.
Nei, þetta ljós hvað þú munt kjósa. Já, ég fer ekkert í felum með það. Akkur nú það flokkur sem þótt hann hafi náð mjög góður í kosningu, síðustu þingkosningum, þá hann ennþá kannski ekki svona fullkomlega fæddur, þannig að þetta vera, þú sér hvernig eins og Viðreisn leggur áherslu á að bjóða Fransi víðast og ég tala ekki miðflokkin, en þið eru ekkert, hafi bara ekki áhuga á sveitarstjórnarmálum. Jú, ég held að sjálf áhugið til staðar en þú veist, flokkurinn auðvitað ungur þó við höfum verið að halda upp á 10 ára afmæli okkar núna á sunnudaginn. Það ekki mikið, 10 ára bara eitthvað svona stórt. Já, á þennan mæli hvað, það var ekki Framsókn að fagna 110, eitthvað svo leiðis. Þannig að... Þá hefur minkar aftur, þá verður skreppur saman. Já, og ekki staða þeirra góð. En ég allavega sannfærður það við náum manni inn. Við höfum, í mælingum, þá höfum við alltaf komið mun verr út heldur en raungerst og þetta vita held ég flest allir sem að hafa rýnt og fylgst með könnunum, hvað sem að það var í síðustu kosningu, það fengum við miklu meira heldur við vorum að mælast í aðdragandann. Þegar flokkurinn var úti á þingi þá náðan vel inn í kosningunum þar og undan. Þannig að hvort að skýringin sé á því að þeir hópar sem myndir svona flokkast undir kjarnafylgi Flokk fólksins séu kannski ekki þeir sem að leita til í gerð skoðanakanna. Ég þekki ekki, ég get ekki svarað ástæðunni en hvað búið að fara mikið niður núna þetta vonbrigði en ég held að við eigum eitthvað inni, þetta hefur eitthvað megin alltaf komið í kjörkassana þegar upp með staðið. Ég held að við náum við manni. Ég held að við náum við manni, já, ég held það og vona það auðvitað að við getum verið þáttakendur en við erum auðvitað og það auðvitað mikið gengið á í flokknum frá því að hann var stofnaður. Það hafa komið upp mál og verið svo klustumálið og verið ýmsar breytingar. Þetta væri eiginlega svona besta raunveruleika sjónvarpið, það eiginlega Flokkur fólksins og miðflokkurinn. Já, það ekki? Það væri mikið synd að missa Flokk fólksins af þingið og sveitarstjórna því að við erum við blásum svo miklu lífi í pólitíkina. En ég held að hópurinn núna alveg einstaklega finnst mér samheldinn og góður og við erum bara að þroskast og ég held að á einhverju tímapunkti verðum við komið með nægilega mikla grasrót til þess að geta unnið okkur upp í fleiri. Þetta gríðarlega 10-15 sveitarfélög. Það bara var ekki flokkurinn hafði ekki afl til þess núna. Ég hefði aldrei lagt á starfsfólk flokksins að undirbúa framboð í öllum kjördæmum. Við erum ekki með þann infrastruktúr svo en við erum auðvitað að byggja upp þennan flokk og ætlum okkur auðvitað stóra hluti. Það eðlilegt í bara pólitík að auðvitað mun fylgið sveiflast upp og niður en við erum flokkurinn stendur mjög vel bæði við erum með gríðarlega öflugt starfsfólk óbærslega svona samheldinn hópur þannig að ég held að framtíðin sé björt fyrir Flokk fólksins, ekki spurning. Gangi ykkur bara sem allra best og þér í þínu störfum og takk fyrir að koma hingað Rauða Brauð. Já, gott að koma, takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo kemur Katrín Oddsdóttir, Katrín Odds, ætlar að ræða við Sigurjón Magnús. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.